Góða kvöldi sæti mín golden hour eins og sést og ég sé eiginlega hér á myndavuna. Ég var að fá mér electrolytes. Ég kom með nýtt æði. Búin að hoppa af Happy Hydrate vagninum og ég komin á vagnin. Ég var að hlaupa í hlaupi sensta laugardag sem var sponsað af þessu og við fengum ég smakkaði þetta bara í fyrsta skipti í hlaupinu því ég voru að gera þetta svona eftir allir voru búnir. Þá smakkaði ég lemon lime og mér finnst þetta svo gott. Þetta er uppáhaldsbragðið mitt. Lemon lime. Ég fekk eina svona með mér heim eftir hlaupið og svo er ég búin að kaupa þessa líka. Þannig ég á núna 3. Þetta er ekki sponsað. Mega sponsa mig. Þetta er bara electrolytes og vítamín og eitthvað svona gett. Bara, já, þetta er bara steinefni. Ok, ég ætla að slökka vaskinum og slökka þetta. Málið með Happy Hydrate, ég get drukkið það ef ég er á æfingu. En ef ég reyna að fá mér það heima, þá bara, ég klára aldrei glas mitt. Mér finnst þetta bara ekki gott af bragðið, en þetta actually er gott. Þú veist, þetta er svona freyðitöfla og þú veist, það kemur svo smá svona gos, kolsýrt væp í þetta. Við tjekkið nýja settið mitt. Stuttbuxur og bólur, blóma. Ég var að fá Shein sendingu í gær. Að ég kannski gefa ykkur smá haul á meðan að þetta... Natalia? Hvar er Natalia? Natalia er komin. Nei. Viltu hitta Natalia á morgun? Á morgun. Já, kannski vill Natalia hitta þig á morgun. Ég er búin að senda á hana. Þessi er sem sagt Mamma. Þessi er sem sagt Má ég tala? Hann sofnaði 5:30 og vaknaði núna klukkan 8. Og ég hugsaði, ok, hann var alltaf ekki að vakna eitthvað svona, þú veist, það var hræðilegt að hann hefði vaknað 10:11. 8 alltaf lagi, þá bara sofnar hann með mér svona miðnætti og ég vek hann síðan bara 8 fyrir ummæli. Hann er aðeins lasinn, þá fer alltaf rútínan aðeins í rugl. Ég er spóið að gefa ykkur smá Shein haul út af því að ég nefndi ekki að gera á TikTok, ég ætlaði að gera það. Þannig að ég ætla að koma ykkur fyrir hérna einhvers staðar. Ég vanalega geri TikTok-haul ef ég er að kaupa eitthvað svona mikið og flott. En ég var svona, ég veit ekki, ég nefndi ekki núna og ég var svona aðeins byrja að ganga frá þessu. Má ég fá eitt snakk, takk. En ég keypti alveg mikið cute, þannig að þú veist, mér langar alveg að sýna ykkur. Og ef þið eru Shein haters, þá með ég bara skippa svona 3 mínútur. Ég var næstu ekki búin að setja þennan í í körfuna. Þetta er svona langarmabólur, svona smá gegnsær. Ég var í honum í dag, ég skal reyna að setja mynd, sést hvernig hann lúkar. Super cute. Svo ákvað ég að kaupa. Mamma. Takk Óli. Takk kostu mín. Ég hélt ég hefði hætt við þennan, en ég er svo glöð ég gerði ekki. Þetta er svona, þú veist, fake pels eða eitthvað. Mér finnst hann ógeðslega cute, ég er ógeðslega ánægð með sniðið á honum. Það verður flottir því ég fyrir brúðkaup og eitthvað alls konar sem var dökkbláan, bara hlýraból. Fannst þessi eitthvað cute, svona langarma, bólur, mest eitthvað svona cute litur. Svo keypti ég með bikini og ég er ógeðslega pirruð. Ok, toppurinn er bara alltaf lagi, bara rauður toppur. Buxurnar eru alltaf stór, eða þú veist, já, ég veit ekki eins og stórar er bara skrýtnar, þú veist, rassinn er bara pokar, eða þú veist, það alltaf passa ekki á mig, þannig að ég verð bara að nota þetta við, þú veist, svarta buxur sem ég á. Rauður t-shirt, sjúklega. Mamma, rauður t-shirt. Rauður t-shirt. Efnið í þessu er sjúklega gott, þetta er bara geðveikt svona skimslegt efni. Ég er ógeðslega góð í að velja Shein vörur sem eru góð gæði. Þú veist, ég skoðaði reviews ógeðslega mikið. Ég er smá pirruð, þetta var eins sem feilaði þessari pöntun. Ég keypti svona íþróttaból og annan í bláum lit. Ég hélt að ég væri að kaupa, þú veist, ég á íþróttabóli frá Shein. Ég hélt að ég væri að kaupa þá í öðrum lit, en þetta er önnur típa og hún er miklu styttri. Þú veist, þessi nær bara, þú veist, hinn nær örugglega hingað, þessi nær bara, þú veist. Þannig að ég veit ekki alveg hvort ég muni eitthvað vera að nota þetta. Smá pirrandi, en ég er ekki, þú veist, myndi að vera aðeins of styttri bólir. Ég fílaði á svona, þú veist, að nafla. Ég keypti svona smá plattform, ég veit ekki hvort það sjáist, en þú veist, þeir eru svona smá plattform inniskór og ég hugsa að ég geti nota þá ef ég er að fara eitthvað svona djamma í sumar út af því að, þú veist, ég er bara í inniskóm á veturnar. Ég fer valla í strigaskó, nei á veturnar, á sumrin. Ég bara er alltaf í inniskóm
og því ég fer, þú veist, niður í bæ eða afmæli eitthvað svona, þá ég líka bara, vill bara vera í eitthvað svona, sko. Þannig ég hugsa að þessi gæti verið svona smá fancy, þú veist, framtíðinni. Þau sólgleru, veit ég alveg hvað mér finnst þessi, kannski læt ég Brynjar bara eiga þau. Veit ekki. Þessi alveg fín, þau bara svona basic svart vottaði þannig. Ok, þið að fara að elska þetta næsta. Þetta bestu kaup sem ég hef gert á Shein. Ég búin að vera núna senstu mánuði bara að leita af the perfect Lululemon Meta einhvern veginn svona yoga jacket, sports jacket og ég á ógeðslega margar frá Shein. Þeir hafa aldrei verið svona svo beint ég að leita af, svona quality sem þú getur bæði nota svona everyday og á æfingu. Ég búin að finna típuna sem ég bara, og ég að fara að panta með svona 3 aðra liti. Sjáum bara strax á erminni hvað þetta gott efni. Þú myndir örugglega halda að þetta væri 10.000 króna jakki en hann kostaði held ég 4.000. Þú veist, þetta dýrt með við Shein en þetta líka bara gæði. Ok, getur rentanum alveg svona. Svo kemur hann svona aðsniðin hér, vasar. Ég veit ekki, mér langar að sýna ykkur, þú veist, ég vona að sjáist í myndarinni hvað hann flottur. Það svona gat hér, bara efnið. Þetta svona teygjanlegt efni. Sem ég líður bara, ég var að bera saman Meta í dagins. Ég elska Meta íþróttaföt. Ég á einn svona jakka. Þetta ógeðslega svipað efni hérna. Þetta bara sama efni, þú veist, erminn. Þú veist, mér finnst þeir bara, ég held ángast ég fíla þennan meira, heldur en þennan. Og já, ég verð með myndi hérna á skjánum þannig að þið sjáuð nákvæmlega hvað þetta Ég að fara að panta bara hann örugglega í sko bleikum, svörtum. Þú veist, hann svo þægilegur og hann svo flattering. Svo ég sko búin að ganga frá einhverju en ógeðslega pirrandi. Ég keypti sko hlaupavesti fyrir Brynjar sem hann var að hlaupa í dag, þannig að það einhvers staðar, það var mjög cool. Og ég keypti svona hlaupabelti líka sem hún getur sett svona brúsa í. Brynjar ætlaði fyrst að fara að hlaupa með það og hann var eitthvað brussa.com og braut það. Bara á hann gott að nota það. Þannig ég veit ekki hvort ég ætla eitthvað að tjekka hvort ég geti lagað það. Því það lúkkar mjög svona, þú veist, þægilegt að hlaupa með, góð gæði og svona. Ég vona ég geti lagað, annars kannski að panta nýtt bara því mér langar að vera með options á, þú veist, belti og vesti í sumar. Því ég á vestinu og hann vesti, svo ætlum við bara að deila beltinu. Keypti eitthvað sem ég bara búin að ganga frá sem var ekkert eitthvað, þú veist. Keypti eitthvað íþróttaból fyrir Brynjar og hlaupajakka eða svona vindjakka eða eitthvað. Ég veit ekki hvort það sé bara skjári sem menn sem var allt í hann gett dökkur, ég vona það, því ég allt í henni bara sé ég ykkur valla, sko. Þetta actually gott. Í dag var sem sagt sturlaða veðrið, eða dagur 1 af sturlaða veðrinu hér á höfuðborgarsvæðinu eða brotum all land. Það voru bara allir Íslendingar úti í dag. Það fór upp í sko held ég 20 gráður. Ég var bara úti á svölum. Brynjar svo skaðbrendur og það var að vinna í dag og var bara úti allan daginn og svo fór hann út að hlaupa og sund og hann er svo rauður og hann eitthvað slappur þannig að hann sofandi inn í herbyggi klukkan er 9, þannig að hann búin að sofandi í svona hálftíma. Það bara sturluð veðurspá næstu daga, sérstaklega helgina og ég svo bara spennt að njóta. Ég ætla bara fyrir sund á morgun í hádeginu og vera þar í bara helst svona 3 klukktíma. Smiðurinn, ok, já, þeir sem fylgjast með mér veit að við erum að fara að standa í baðherbergisframkvæmdum eins og þetta 3. eða 4. myndbandi sem ég segja að við séum að fara að byrja. En hann sem sagt átti að koma á morgun. Hann var búinn að fresta því einu sinni og átti þá að vera að koma á morgun. Hann frestaði því aftur, sem þú veist allt í góðu. Ég eiginlega nefndi ekki að vera að standa í þessu líka þessa vikuna. Ok, svo spes, myndavélin mín, þú veist, myndavélin mín hérna ofhitnaði. Það hefur aldrei gerst áður. Þetta svona, örugglega því sólargeislarnir eru svo sterkir sem að skína inn í íbúðina. Hann lítill og afi. Já. Myndavélin mín í hleðslu af því að hún alltaf batterislaus þegar ég byrja að taka upp rock. Já, smiðurinn ætlaði að koma morgun en hann kemur á mánudaginn. En ég var alveg búin að plana að vlogga næstu daga, þú veist, framkvæmdarvlogg. En fyrst hann búin að
færa, þá ætlum ég bara að taka sumarvlog og þið fá bara að koma með næstu daga. Ég verð líka, mér vantar líka eitthvað til að distrakta mig af því að allar bestu vinkonur mínar að fara til Frakklands saman. Í fyrsta skipti í lífinu er ég að segja nei við, ég veit ekki, einhverju svona útlandaferð, eitthvað svona skemmtilegt bara að því að ég er að reyna að vera skynsöm. Ég á bara ekki budget fyrir svona ferð núna. Þegar þær voru að byrja planið þá vorum við bara nýflutt í íbúðuna, þannig ég átti ekki pening þá. Já, ég, sagði nei alveg frá byrjun, en ég var samt alltaf svona smá opin fyrir því að kannski myndi ég ná að fara, en síðan bara, þú veist, já, sérstaklega út af Barbie-framkvæmdunum og þau eru líka akkurat að gerast bara saman tíma og ferði niður eiginlega, þá er ekki séns að ég get fara með þeim. Þannig að allar bestu vinkonur mínar að fara að njóta saman í Frakklandi og ég ætla bara að reyna að distrakta sjálfa mig og vlogga og tala við ykkur. Vonandi bara helstu viðspáin og þetta verður bara æðisleg vika hjá okkur í Íslandi. Ég var að koma tilbaka úr 3,25 km hlaupi. Ég var að reyna að taka þetta svona frekar hratt, þannig að ég var að, sprengja mig, taka styttri hlaup en hraðar. Það var svo mikið sól. Ég er ennþá byrst upp í svonum. Klukkan verður 3 og ég og Brynjar ætlum bara að sækja Ólu í leikskóla núna, labba til mömmu í pottinn og vera þar í dag. Takk fyrir. Ok, ég mætti mömmu. Barnasóluvöld, en sólin er alveg búin að vera sterk, Brynjar er allir brenndur, þannig að ég ætla að setja á mig aðeins. Ég veit ekki hvernig myndaðurinn mín er að deyja, ég var að hlaða henni alla nótt og ég hef alltaf búin að, hún hlýtur að hafa verið, það var örugglega kveikt á henni í töskunum minni í dag. Það er ógeðslega mikill vindur hérna, það er eiginlega alltaf logn á pallinum, sko. Já, potturinn er bara bíða eftir eitthvað hérna. Pappi ógeð. Og mamma? Pappi ógeð að mamma. Hvað bók ertu að lesa? Æsja, ógeð pappi og mamma saman. Já, allir saman. Hvað bók ertu að lesa? Pappi lesa. Og pappa lesa fyrir þig. Róaði sig niður og reyndi að slá á þetta drama. Svo hugsaði hann, viti hvað, mér er sko alveg. Hann má ekki. Það má ekki. Hún getur hatt mamma hér. Það má ekki vera drama. Það má ekki vera með drama. Segir hann inn. Gagglilla gú. Gaggala gú. Pappi situr hér. Pappi situr hafna. Við erum mætt á Nings að borða. 5:30. Sófana. Pappi situr á sófana. Við situm í sófanum. Pappi situr hana. Pappi situr hana. Má ég ekki sitja hjá þér? Pappi ógeð saman. Mátti ég ekki sitja hana? Mamma situr hér. Já. Ég fekk mér 2 skammta af vorulum og Brynjar fekk sér eitthvað, núðlur og rækjur. Og ég fekk mér hrísgrjón. Sestu niður. Góðan daginn. Klukkan er 8:10 og ég er að fara í hot body tóning klukkan 8:20 í Laugum. Ég ætla að prófa tíma hjá Tinnu Haralds af því ég er búin að heyra alveg góða hlutir þá tíma. Ég er náttúrulega svolítið pikki, ég fyrir alltaf bara til Natalíu minnar og mér líður sko ógeðslega skringilega að vera að fara í heitan tíma ekki á henni. Feel like I'm cheating on her. Tímundar er Natalíu, er alltaf klukkan 7:10, 7:15 og þá er Óli náttúrulega ekki farin á leikskóla þannig ég kemst alveg oft ekki, bara þá ég þarf að fara með Óli á leikskólan. En ég er búin að vera aðeins að skoða vörklassdagskrana og það er alveg 8:30 tímar flesta daga, heitir tímar. Þannig að mér langar að byrja að fara 2 í viku í heita tíma þá bara hjá einhverjum öðrum. Ég þarf að fara að ná svæði. Ég er ekki að undirbúa mig fyrir að ná speglasvæði. Ég elska að vera fyrir frá speilin og Natalía passar alltaf að ég fái
pláss. En allt í lagi, það verði bara afturlega. Maður verður stundum að brjóta rútínuna sína. Búinn. Ég tók 100 karðir á tröppumleika. Annars bara mjög næs. Það svo þægilegt að vinda á sig. Ég að kafna. Það næstu betra að taka upp í símanum þegar maður í bíl heldur en á myndavélina mína. Nú ég að taka upp í símanum. Af því þegar ég taka upp í myndavélina þá bara allir gluggarnir hvítir í kringum mig. Ég reyndi svona aðeins að mála mig fyrir daginn. Ég var í svita baði inn í búningsklefanum. Náttúrulega ég ógeðslega sveittur eftir heitan tíma og fór sérnum í sturtu og þú voru bara allir í sturtu, allir að blása sér hárið og það var svo mikið móða inn í búningsklefanum að ég var bara I was dying. Ég er á 0 kílómetrum. Núna ég bara á leiðinni upp á stofu. Ég kom með hollustu vöfflu. Ég veit aldrei hvað ég á að kalla þetta. Þetta er banana havra eggja vafla. Hvað maður kallar þetta í alvörunni? Maður kallar þetta alltaf þetta er basically svona banana pönsur í vöfflujárni. Þannig að ég kom með þannig og já, ég er að fara að vinna aðeins. Það er líka að bíða mín pakki upp á stofu sem ég er mjög spennt að skoða og sýna ykkur. Nota sem sagt alltaf St. Morris brúnkukremsvörurnar og það var eitthvað sem gerði vídeo eitthvað svona hvaða brúnkukremi mæliði með og ég kommentaði þetta brúnkukrem bara því mér finnst það mjög gott og það er mjög ódýrt og svo sem að að flytja þetta inn til Íslands sem er með, ég veit ekki, heildsölun á Íslandi eða eitthvað sendi á mig hvort ég vildi fá pakka frá þeim af, ég veit ekki eins og hvort að þetta brúnkukrem sé í því eða ekki, þetta er einhverja nýjar vörur held ég. Þetta er einhverja tanvörur, veit ég. That's all I know. Komið sumar, maður þarf að fara að ferska upp á sig. Ok, eitt mínirant. Ég er svo... þetta er svo pirrandi. Sem sagt, var búin að plana alveg júní varðandi, þú veist, hvað ég ætlaði að gera, þú veist, neglur, augnhár, hár, þú veist, allt þannig. Ég var bara búin að bóka alla tímana mína sem ég ætlaði að fara í. Út af ég alveg að fara í, þú veist, brúðkaup og svo ásætti, þú veist, stelpnanna og það er bara alltaf eitthvað, þú veist, mikið að gera þessu. Það sem er erfiðast að bóka er, þú veist, hártengt, af því það tekur alltaf allan daginn og getur verið erfitt að fá tíma og eitthvað svona. Ég var búin að ákveða, ég ætlaði að fá mér hárleggingar til þess að þykkja mér hárið, þú veist, ég er ekki að fara að fá mér eitthvað svona síðar, ég er bara að fara að matcha hárið mitt og gefa því meira svona voljúm af því það er ógeðslega slitið. Þú veist að læna því þannig upp að ég myndi fara í litun, ráðgjöf og svo fá hárleggingarnar og því þarf að vera með rétta hárlitin því ég fer í ráðgjöf. Þannig að ég geri það, bóka í þetta allt og ég er bara ekki að heita á hana, þetta er bara ógeðslega pirrandi situation. Þetta voru sko rauði dagar, þú veist, þetta er eitthvað hvítasunnu og svo einhver annar dagur. Og ég bókaði þetta fyrir kannski 1,5 viku og síðan sendur hún á mig bara í eitthvað fyrradag eitthvað að hún sé ekki að vinna þessa daga, því þetta eru rauði dagar. Hún bara fattaði ekki og þú veist, bara já, fattaði ekki að þetta væri rauði dagar eða eitthvað. Og það bara gekk ekkert hjá okkur að finna nýjan tíma. Þannig að ég þurfti bara að afbóka og núna er ég að reyna að finna mér einhvern annan til þess að fara til og það eru náttúrulega fáir sem er að gera hárleggingar og fáir sem maður getur kannski, þú veist, treyst af því, þú veist, hárleggingar er alveg, þú vilt velja einhvern góðan í það, þetta er mikill peningur og ef þetta kemur illa út þá getur þetta bara skemmt hárið þitt og bara verið ljótt. Þannig að ég er ógeðslega pirruð að það hafi fokkast upp. Hún sendi á eina aðra stofu hvort ég geti farið til þeirra og eitthvað. Og því ég er að kreyfa skvísu sumar, þú veist, mér langar bara að, já, vera að skvísa. Jæja, þetta er ekkert eðlilega mikið, ok, þetta er alltaf að fara í hósiskó. Það er sko bara óþægilegt að horfa í myndina því það er svo bjart, en ég er hérna með vöfflurnar mínar og agavesíróp og ég ætla að borða og opna hennan pakka. Þetta er ángríns, eða eitthvað vantar hugmyndir að nesti fyrir daginn, þetta er svo gott í nesti. Ég fekk sem sagt hérna, þetta er merkið sem ég nota alltaf brúnkukremið af. Ég fekk 2, veit ég hvort þetta er bæði,
þetta er eitthvað color corrector og þetta er brúnkukrem. Þetta er ekki eitthvað svona andlitsbrúnka. Remover sé ég. Primer. Skrúbbur. Þetta er eitthvað nýtt frá þeim. Oh my god, hvað þetta er cute. Elsku Andrea Guðný, hér eru nokkra vörur sem henta fullkomlega fyrir sólarríka daga og svo vörurnar. Sölustaðir, Haugabúð Fjarðarkaup. En ég held að þú gast alltaf að fengi þetta merki í Krónunni líka. En kannski er þetta bara í þá Haugabúð Fjarðarkaup. Sem er alltaf leið því ég versla í Fjarðarkaup alltaf. Þetta er nafnið mitt, Andrea Guðný. Hversu cute. Þetta er sólavörn í framan, face mist, eitthvað bronzing krem og sólarolía. En þetta er það sem ég var svo spennt að sjá. Þetta er tanning jelly. Hér á bara að hjálpa þér að tana í sólinni, held ég. Ég held maður að nota þetta í sólinni. Ég þarf að rannsaka þetta. How to use, apply evenly before exposure to sunlight. Já, þannig þegar þú ert að fara að tana, þetta er bara krem eða jelly sem þú setur á líkamann, þá hjálpar það þér að tana hraðar. Oh my god, hvað þetta er mikið. Ég er óslega spennt, ég get prófað þessar vörur líka helgina og ég er að pæla að taka bara einn dag sem við erum bara á pallinu hjá mamma og pappa að tana á pottinum allan daginn. Þá get ég prófað þarna bronzing jellyið og olíuna. Og við erum bara ógeðslega töðinni og Brynni kemur heim á vinnunni bara what? Ég er bara að bíða eftir kúnnanum og sjáumst bara eftir vinnu eða eitthvað. Já, þá var maður mætt í dinner til mömmu á grillið. Eða Brynni er undir að grilla, ég er bara að tjekka á stöðinni. Þannig erum við með steik, maís og sveppi. Og ég er að reyna að ákveða hvort að ég ekki bara smakka steikina. Þið vitið örugglega flest að ég örgjum með þetta. Smakkaði kjöt í fyrsta sinn fyrir svona 2 vikum. Þá hafði ég ekki smakkað kjöt í 10 ár. Þá var maður búin að smakka steik. Það búið að vera My Fantasy nokkra mánuði núna og ég var bara að segja þetta er ekki gott. Þetta er svo lamb á bragðið. Þetta er svo ég ímynd með lamb. Af því ég hef ekki borðað lamb í 10 ár. Þetta er náttúrulega mjög vel eldað. Af því ég vildi ekki sjá neitt hrátt. Og ég vil ekki neina sósu. Sveppurinn er miklu meira juicy sko. Góðan daginn! Svo sagt, tók ekkert upp í gær. En við erum að leiðin í bakari núna. Það eru nokkur Ólafur spyrjaði klukkan 5 í nótt. Og vaknaði hann. Það reyndar var bara ógeðslega næs. Ég sofnaði alveg ógeðslega snemma í gær. Þannig að þú veist, ég var ekkert eitthvað að daginn. Ég fór út að hlaupa 7. Tók 5 kilometra. Ógeðslega friðsælt. Enginn á ferðinni með nokkrum með hundi sinn. Bara hestar og sólinn bara. Það var svo mikið sól. Ég hljóp sko í stuttbuxum, hlýraból og svona yoga jacket og ég var bara komin úr peysunni eftir hálfa leið. En við vorum bara komin fyrir sundi og erum að leiðin í bakari og ég veit ekki, ég fekk bara svona, mér langar að gera eitthvað svona, mér langar bara þessi dagur sem ég pakkaður á einhverju skemmtilegu fyrir Ólafur. Hann er sko með ekkert eðlilega miklu orku í sig núna. Hann var í svo miklu stuði í sundi, hann var bara öskrandi og hoppandi hún í sundið og eitthvað. Svo var hann svo óþekkur inn í búningsklefa af því að það var svo mikil orku í honum. Hann hljóp allsber fram og ég þurfti bara að hlaupa eftir honum í handklæðinu. Hann þarf miklu útrás í dag held ég. Hliðnuringur Ólafur. Má fá meira? Gríski ákomst og hliðnuringur. Já. Við erum að leita af Róló. Löpum þessa átt en hann er víst í hina áttina. Ég er að halda Ólafur af því hann vildi bara labba í þessa átt. Við erum að finna Rólóinn. En það er ekkert eðlilega fallegt hérna. Það er allt ógeðslega grænt. Mjög kósí. Fundum Róló. Nei, ertu þarna? Ólafur, er mamma undir? Svolítið riski. Þú voru að passa þig? Nei. Passa þig. Ólafur. Þetta er þú. Hví.
Þetta staðan, ég sækja æskæsís fyrir okkur Oliver. Þetta mitt space sem ég að sóla mig í. Og hérna setur hann í símanum. What a blá! Unsið drasli, það engin tím til að taka til í svona sól. Ég ætla bara að segja takk fyrir að horfa á þetta vlog. Þetta búið að vera æðislegir sumadagar. Vonandi þetta ekki tís. Vonandi verður bara sumar svona. Takk fyrir að horfa. Bye, Bye mamma, bye Oliver.